Komið sæl og verið velkomin á þessa örráðstefnu, rannsóknarmiðstöðvar ferðamála. Ég hafði vonað til að vera meira heldur en þáttaka. Þetta er búið að vera óttalegt vesinn. Verkfallið var þessu næstum aflýst. Svo er þetta sett á aftur þegar verkfallið leystist. Ég heiti Rögnvaldur Ólafsson og er stjórnarformaður í rannsóknarmiðstöð ferðamála. Hér átti að vera Kristín Sóley Björnsdóttir, forstöðumaður okkar. Hún átti fluga norðan í dag en því var aflýst út af ókyrrð í lofti, svo það er víðar ókyrrð heldur en á vinnumarkaðnum. Við ætlum bara að byrja hérna samt. Þetta er 5. örráðstefna rannsóknarmiðstöðvarinnar og hún snýst að þessu sinni hvaða gögn við eigum til stöðu íslenskrar ferðaþjónustu og hvað við vitum og hvað okkur vantar að vita. Í ljósi mikillar fjölgunar ferðamanna og að stjórnvöld eru nú að setja upp átak til þess að fjölgunin nýtist okkur sem best, þóttu okkur þetta vera viðeigandi málefni. Og það má vísa til dæmis í nýtt stefnuplagg ríkisstjórnarinnar, þar sem stendur ákvarðanataka í ferðaþjónustu byggjar á tímanlegum, áreiðanlegum og alþjóðlega samanburðarhæfum gögnum. Nú ætlum ég ekkert að vísa í Fréttablaðið í dag eða þið skoða það, en við skoða það í kvöld. Hér verður meðal annars fjallað gögn frá Landmannakönnuninni á Keflavíkurflugvelli, nýja hliðarreikninga Hagstofu Íslands, svæðisbundin áhrif greinarinnar, fjölda gesta á einstökum stöðum og ýmislegt annars sem þessu tengist, sem við vitum og vitum ekki, en langar til að vita. Tilgangur örráðstefnunnar er að fólk geti komið og fengið svolítið innsýn í stöðu mála og hvað er að gerast í rannsóknum. Þar af leiðandi eru fyrirlesarar blanda af fagfólki úr atvinnugreininni og fræðafólki frá háskólanum. Á fyrri örráðstefnum var fjallað ýmis mál sem þá voru og eru flest enn efst á bogi. 2011 var talað hvaða tækifæri eru í norðurljósum. Við vitum hvað það hefur verið aktuelt síðan. 2012 er nóg komið að gestum. Það hefur aldrei verið meira aktuelt en 2012 til 2015. 2013 var talað stöðu þekkingar í ferðaþjónustu. 2014 álag ferðamennsku á náttúru Íslands. Svo þetta allt eru málefni sem hafa verið mjög áreiðandi og tímabær og ég vona að það sama verður í dag. Formið á ráðstefnu er það að þetta stendur í klukkutíma. Erindin er að vera 5 mínútur og glærulaus. Þetta er náttúrulega haldið rétt fyrir þjóðarspegilinn, svo ég minni ykkur á hann er á morgun og þar hefur við verið með undanfarin 3 ár held ég. Með málstofum ferðamál og verðum með það á morgun, svo það er allir velkomin að hlusta. Ég vil minna fyrirlesarana sem hér sitja á að halda tímamörkin, fá ekkert rautt spjald. Það er eins og fótboltanum, það er ekki gott að fá rautt spjald. Að erindum loknum að þá er tími fyrir umræður og spurningar og ég vona að sú umræða verði það frjósum og okkur öllum gagnleg. Fyrirlesararnir í dag eru svona smátt að koma hér. Það er, fyrst er Oddný Þóra sem var að fara, sem er rannsóknarstjóri hjá Ferðamálastofu. Svo er Dr. Sigurður Jóhannsson, hagfræðingur í Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, situr hérna á endanum. Lilja Rögnvaldsdóttir, verkefnisstjóri hjá Rannsóknarsetri Háskóla Íslands á Húsavík og ég kynni Lilju aldrei öðru sem að segja hún er ekki dóttir mín. Ég verður svona fullsæmdur af því en það er ekki. Daði Guðjónsson, verkefnisstjóri hjá Íslandsstofu. Gyða Þórðardóttir sem er nemi í ferðamálafræði, situr þarna hliðin á Sigurði. Og Skafti Örn Ólafsson, upplýsingafulltrúi Samtaka ferðaþjónustunnar. Þá vil ég bara biðja Oddnýju Þóru að hefja ráðstefnuna. Takk. Já, takk. Ágætu fundargestir. Ég starfa hjá Ferðamálastofu og ég hef umsjón með útgáfu tölfræði komu erlendra ferðamanna til Íslands. Ég ætlaði að byrja á því að vitna í nýja ferðamálaáætlun en nú Rögnvaldur þegar búin að gera það. En þar er talað að einn mikilvægasta aðgerðin til eflingar ferðaþjónustu á Íslandi sé að safna tímalegum, áreiðanlegum og alþjóðlega samanburðarhæfum gögnum. Og í markmiðasetningu áreiðanlega gögn er meðal annars lögð áherslu á að skilgreina þurfi lykilmælikvarða sem nýttir verða til að fylgja markmiðum í ferðaþjónustu eftir. Við sem höfum unnið við gagnasöfnun í greininni, við hljótum að fagna þessu.
Einna lykilmælikvarði í íslenskri ferðaþjónustu hafa verið talningar á ferðamönnum til landsins og þær geri umtalsefni hér. Ég ætla að huga aðferðum sem beitt við talningar á alþjóðavísu og hvernig gert hér á landi og hvernig hægt að þróa talningar á ferðamönnum til Íslands enn frekar. Nú áður en við komum að því þá má velta fyrir sér af hverju sé verið að telja ferðamenn og nokkur atriði má nefna í því sambandi. Talningar gefa til kynna fjölda ferðamanna til landa hverju sinni, dreifingu þeirra eftir mánuðum, hvort sé að ræða aukningu, fækkun og svo framvegis. Þar má nýta í alþjóðlegum samanburði, það leggja grunn að framtíðarspám. Með talningum má leggja mat á hvernig til hefur tekist við markaðssetningu auk þess sem ferðamannatölur nýtast við mat á samsetningu ferðamanna, ferðahegðun þeirra, eyðslu og eitthvað sem nefnt. Þannig geta ferðamannatalningar komið mörgum að notum. En hvernig fara ferðamannatalningar fram? Þjóðir heims nota mismunandi aðferðir til að mæla ferðamannafjölda. Sumar þjóðir telja alla farþega inn í landi og meðan aðrar ná að aðgreina fjölda ferðamanna samkvæmt alþjóðlegri skilgreiningu. Þannig geta lönd með gott skráningakerfi sagt nákvæmlega til ferðamannafjöldan. Það gera þau með því að láta alla farþega skrá upplýsingar og tilskilin eyðublöð við komu til landa, upplýsingar þjóðerni, tilgang ferðar, dvalarlengd svo eitthvað sé nefnt. Þar á meðal eru nýsjálendingar og ástralir. Ef við komum til Nýja-Sjálands þá þurfa allir að fylla út svokallað arrival card og við komum til Ástralíu incoming card og maður geta þess að þessara þjóða sérstaklega getið í ferðamálaáætluninni fyrir áreiðanleg gögn og stöðugar mælingar og stöðu ferðaþjónustunnar. Nú sumar þjóðir mæla ferðamannafjöldan út frá könnunum sem eru byggðar á úrtaki, tekið á tilteknum tíma og stöðum og eru þá niðurstöður jafnan yfirfærðar og gögn sem fást frá samgöngu yfirvöldum. Írar hafa til að mynda árabil haldið úti ítalegum farþegakönnunum allan ársins hring meðal annars til þess að aðgreina ferðamenn til landsins frá ferðalögum heimamanna og fá skýra mynd af fjölda ferðamanna til landsins. Nú nokkuð 100.000 manns eru spurðir árlega í flugstöðum og skipahöfnum búsetu, hvaðan ferðast og hvert. Niðurstöðurnar eru síðan samtvinnaðar, niðurstöðum sem fást með svokölluðum passenger inquiry sem könnun 6-15 spurningar meðal farþega byggða úrtaki tekið úr völdum flugum og skipum. Spurtur tilgang ferðar, dvalarlengd, tegund, gistingar og útgjöld. Síðan eru aðrar þjóðir sem byggja talningar sínar einungis á gistinóttum og þá jafnvel eingöngu hótelgistinóttum. Nú það margt ólíkt með hvernig talið og skal hafa þessa mismunandi gagnasöfnun eða gagnaöflun í huga þegar tölur eru bornar saman. Hvernig gerum við hér á landi? Frá árinu 2002 hefur Ferðamálastofa annast talningar við brottför í flugstöð Leifs Eiríkssonar. Talin eru 17 þjóðerni auk Íslendinga. Þeir sem eru á öðrum þjóðernum hafa ekki verið sundurgreindir og eru 15% á ársgrundvelli. Nú talningar náu verið allar brottfari frá landinu og eru niðurstöður birtar mánaðarlega á vefsíðu Ferðamálastofu. Eiginlega talningar eru ekki í gangi á öðrum flugvöllum og meðal skipafarþega. Nú margir hafa látið í skoðun sín í ljós varðandi þessar talningar og hafa komið fram ýmis sjónarmið. Einhverjir eru á því að talningarnar sé ekki nógu nákvæmar, það þurfa að fá öll þjóðerni fram, það þurfa að aðgreina ferðamenn frá útlendingum búsetta hérlendis til lengri að skemmri tíma, það þurfa að afla meiri upplýsinga samhliða talningunum spyrja til að mynda tilgang ferðar. Nú vert að huga að þessum atriðum sem hér hafa verið nefnt, hægt að mæla fjölda ferðamanna með nákvæmari hætti og þó hvernig. Nú nákvæmast væri að telja hætti Nýja-Sjálands og Ástralíu, láta alla fylla út skráningaform við komu til landsins. Nú ef slík skráning tekin upp hér þá þyrfti það að vera stjórnvaldsleg ákvörðun. Nú Ísland hins vegar aðila Schengen og sem gerir ráð fyrir að farþegar geti ferðast milli 25 aðildarlanda án þess að fara í gegnum landamæraeftirlit og því ólíklegt að slíkt skráningaform verði nokkru sinni tekið hér upp. Talningin í flugstöð Leifs Eiríkssonar á sér líklega ekki fordæmi á Schengensvæðinu og því að ræða einstaka heimild. Það mín skoðun að það ráðlegt að halda þessum talningum áfram, útfæra þær frekar í samræmi við aukið umfang greinarinnar. Vilji Ferðamálastofu hefur staðið til þess að skrá fleiri þjóðerni. Mikilvægt að yfirstíga hindranir sem snúa upplýsingakerfi, skráningu og tryggja vinnuafl svo hægt sé að skrá upplýsingar með tilhlýðilegum hætti. Nú ennfremur mætti huga því að gera könnun með nokkrum spurningum sem byggð á stóru úrtaki, könnun líkt og Írar gera til að fá betri mynd af fjölda ferðamanna og samsetningu þeirra. Könnun því viðbót við þá gagnasöfnun sem fyrir með viðhorfskönnunum Ferðamálastofu. Nú hér ég einungis fjallað ferðamannatalninga til landa, en þegar litið til nýútkominnar stefnumótunar ljóst að stjórnvöld eru reiðubúin að leggja fjármuni í aukna gagnasöfnun. Þessu ber að fagna
og það ljóst að meðal opinberra aðila hefur safnast reynslu og þekking sem vert að byggja á, en okkur ber líka að byggja á þekkingu og reynslu annarra þjóða á þessu sviði. Takk fyrir. Takk fyrir, Oddný. Næst velta á hagnaðar í ferðaþjónustu sem að Sigurður Jóhannesson ætlar að segja okkur frá. Komið sæl. Þið hafið kannski tekið eftir í morgun í blöðunum að það verið að deila það hvort ferðaþjónusta sé stærsta útflutningsgreinin. Það leikur samt engin vafi á því að erlendum ferðamönnum sem hingað koma hefur fjölgað geysilega mikið undanfarin fá ár og í marga áratugi þar á undan þá fjölgaði þeim að jafnaði ríflega 5% á ári. Og ef hort á áhrif atvinnugreina á innlenda efnahagsstarfsemi eins og gera má til dæmis með aðfanga og afurðatöflum, hjálp þeirra, þá kann ferðaþjónusta að vera sú útflutningsgrein sem skilur mest eftir í hagkerfinu. En ég ekki viss að þetta skipti mjög miklu máli. Þetta minnst að ekki svo spurning sem ég vil helst fá svar við. Ég vil miklu heldur fá svar við annarri spurningu sem minna rætt Hún höfum við eitthvað upp úr þessu. Þýðir mikil velta í ferðaþjónustu, mikinn ábata fyrir landsmenn. Það bendir reyndar ýmislegt til þess að Íslendingar hagnist á ferðamannastraumnum. Þegar ferðamönnum fjölgaði mest núna fyrir fáum árum þá var landið í djúpri kreppu og sumir þeirra sem fengu vinnu við ferðamennsku núna og hafa fengið hana undanfarin fá ár hefðu líklega ella verið án atvinnu. Landsmenn geta nú valið milli fjölmargra veitingahúsa, kaffistaða og gistihúsa sem ella væru ekki í boði ef ferðamönnum hefði ekki fjölgað svona mikið. Og ef þeim fjölgar áfram hratt þá gæti jafnvel farið svo að það yrði hagkvæmt að hafa lest í förum milli Keflavíkur og höfuðborgarinnar. Annað bendir hins vegar frekar í þá átt að sé ekki mikið upp úr þessari þjónustu að hafa. Launin eru lág í mörgum greinum ferðaþjónustu og það ekki að sjá heldur af gömlum hagstöðutölum, nokkuð gömlum, ég held að sé frá 2011 eða nýjustu, að hagnaður sé mikill af ferðaþjónustu fyrirtækjum. Sala á laxveiðileyfum þarna undantekning. Tekjur Skútustaðahrepps af hundruðum þúsunda ferðamanna virðist ekki duga til að koma fráveitumálum þar í gott horf. Lífi í Mývatni ógnað eftir vill af þeim sökum. Og ég veit ekki hver heildarniðurstaðan hvort tekjur af erlendum ferðamönnum eru meir en tilkostnaður. Það leikur hins vegar ekki vafi á að Íslendingar hagnast mikið af annarri grein ferðaþjónustu. Og þetta eru ferðir þeirra sjálfra landið. Það ekki þannig að fyrirtæki ferðaþjónustu hagnist endilega mikið á þjónustu íslenska ferðamenn heldur hagnast ferðamennirnir. Frægur orð Sigurður Þórarinssonar sem sagði eitthvað á þá leið að ekki mætti gleyma því þegar forsar landsins væru metnir í kílóvattstundum af rafmagni að í þeim byggju einnig verðmæti sem mæla mætti í unaðstundum. Og það kannski meiri speki í þessum orðum heldur marga grunar. Já, ég veit ekki hvort tekjur af virkjunum duga fyrir orkufrek fyrirtæki duga fyrir kostnaði. En sá tími sem varið í að njóta fallegs lands hreinn ávinningur. Það þarf að meta verðmæti lítt spilltrar náttúru fyrir Íslendinga og það eru til ágætar aðferðir við að vinna það mat en þær eru dýrar eða á að vanda sig við verkið. Sumir leggjast reyndar gegn athugunum af þessu tagi. Segðu mér hvað kílóið af ömmuðinni kostar var sagt þegar svipað mat var rætt hérna fyrir á árinu. En ekki gott að fá hugmynd hvað amman mikils virði áður en við hrindum henni fyrir björg.
Það væri fróðlegt til dæmis að kanna hvað opið landslag, mólendi og fuglalíf sem því fylgir mikils virði í hugum landsmanna og þetta mætti síðan bera saman við áætlaðan hagnað á skógræktinni sem ríkið stendur fyrir og kostar land allt. Ef eitthvað vit á að vera í fjárfestingum í ferðaþjónustu þurfa að liggja fyrir vandaðar spár fjölda ferðamanna. Athuganir benda til þess að hlutfallslegt verðlag raungengi krónunnar gefi vísbendingu fjölda ferðamanna á komandi ári. Þannig að það mætti nota þær upplýsingar meðal annars til að spá fyrir fjölda útlendinga. Hitt annað mál hvort fjárfestar leggja mikið upp úr slíkum spám eða athugunum yfirleitt. Margir virðast frekar láta stjórnast af tilfinningu. Ég hefði til dæmis haldið að ferðamenn leituðu helst að því sem sérstakt á hverjum stað. Þess vegna efast ég að miklar markaðsrannsóknir hafi búið að baki þeirri ákvörðun ferðaþjónustu bónda austur í Öræfum fyrir fáum árum sem ákvað að ryðja burt gömlum torfbæ til að rýma fyrir aðstöðu fyrir ferðamenn. Og ráðamenn landsins taka ekki alltaf mark á orðum fræðimanna. Já, ég held að það hafi verið búið að tala nauðsyn þess að vernda votlendi í áratugi áður en hið opinbera hætti að standa fyrir framræslu mýra hér á landi. Nú, við vitum ekki hvaða áhrif niðurstöður rannsóknanna hafa en ég held að það hljóti þó alltaf að vera skref í rétta átt. Takk fyrir. Þetta Sigurður. Þá næst Lilja með framboð gagna í ferðaþjónustu. Já, komið sæl. Ég heiti Lilja og ég verkefnisstjóri hjá Rannsóknarsetri Háskóla Íslands á Húsavík. Undanfarið höfum við unnið við að leggja mat á svæðisbundin áhrif ferðaþjónustu og verkefnið unnið í samstarfi við Rannsóknarmiðstöð ferðamála og þekkingarnir Þingeyinga og svæði sem við rannsökum Þingeyjarsýslur. Og það sem mig langar að ræða hér efni sem snertir þetta verkefni töluvert og hefur einnig verið mikið í umræðinu undanfarið, sérstaklega nú síðustu daga í kjölfar útgáfu vegvísis í ferðaþjónustu. En umræðu efnið eins og Rögnvaldur sagði, framboð gagna og áreiðanleiki þeirra. Oddný nefndi áðan að í vegvísi ferðaþjónustunnar framtíðarsýnin meðal annars sú að ákvarðanataka í ferðaþjónustu byggja á tímanlegum, áreiðanlegum og alþjóðlega samanburðarhæfum gögnum. Og við vitum það að gagnaöflun í ferðaþjónustu verður að vera unnin eftir viðurkenndum stöðlum. Öðruvísi getum við ekki borið saman þau gögn sem við öflum hér á landi við það sem í öðrum löndum og ef ekki gætir samræmis í öflun gagna milli svæða hérlendis staðan auðvitað svo sama þar. Og með þessa framtíðarsýn ferðaþjónustunnar að markmiði þá unnum við verkefnið hagræn áhrif ferðaþjónustu í byggðum landsins og nutum leiðsagnar Dr. Kristi Frent sem sérfræðingur hér hjá Rannsóknarmiðstöð ferðamála. Og það skemmst frá því að segja að á fyrstu vikum verkefnisins þá varð okkur það ljóst að við búum í raun við algeran gagnaskort þegar að horft til afmarkaðra svæða landsins. Við höfum gistinætur Hagstofunnar og þær gefa okkur vissulega mikilvægar upplýsingar dreifingu ferðamanna landið, nýtingu gististaða og árstíðasveiflu, en gistinætur gefa okkur samt ekki upplýsingar alla ferðamenn, svo sem dagsferðamenn innan svæða. Fyrir utan gistinæturnar og fjöldatölur farþega skemmtiferðaskipa þá leyfi ég mér að fullyrða að við höfum ekki annað fyrir afmörkuð svæði. Við erum á góðri leið með ferðamannatalningar og dæmi það eru 50 sjálfvirkir bifreiðateljarar víða land á vegum Rögnvaldur Ólafssonar og Gyðu Þórhallsdóttur. En þessar tölur þær þurfa að vera aðgengilegar, tímanlegar og áreiðanlegar. Á Íslandi eru til mikilvæg gagnasöfn og þau hafa reynst atvinnugreininni ágætlega á landsvísu. Við höfum talningu ferðamanna í Leifsstöð eins og Oddný nefndi.
Við höfum erlenda kortaveltu í ferðaþjónustu, ferðavenjukannanir ferðamálastofu að ógleymdum ferðaþjónustureikningum Hagstofunnar. Við höfum upplýsingar virðisauka skattskylda veltu ferðaþjónustufyrirtækja og fjölda launþega í ferðaþjónustu tengdum störfum. Þessi gögn eru unnin fyrir landi í heild og þó hægt sé að gefa sér ákveðna stærðir út frá hlutfallsreikningi í þessum gögnum fyrir ákveðin svæði, þá nýtast þau ferðaþjónustu á afmörkuðum svæðum landsins afar takmarkað. Og eitt lítið dæmi, ef við skoðum framboðslið ferðaþjónustunnar að þá eru til dæmis engin listar til yfir ferðaþjónustufyrirtæki eftir svæðum sem eru auðvitað grundvöllur þess að hægt sé að reikna umsvif atvinnugreinarinnar. Það eitt að ná utan fjölda fyrirtækja í ferðaþjónustu eftir svæðum getur nefnilega reynst þrautin þyngri, þar sem að skilgreining ferðaþjónustufyrirtækja samkvæmt alþjóðlega viðurkenndum aðferðum fer eftir atvinnugreinaflokkun Hagstofunnar og lögheimilisskráningu fyrirtækjanna hverju sinni. Og þar með skráist velta og umsvif fyrirtækja ekki endilega eftir því svæði sem að starfsemin fer fram á. Nú að ógleymdum hreyfanleika starfsfólks í atvinnugreininni eftir svæðum og árstíðum. Þar fylgir lögheimilisskráning starfsfólks ekki endilega vinnuframlagi í hvert sinn. Og þetta eitt og sér krefst vandverkrar yfirferðar og vinnu og þarf að vinnast með sama hætti á öllum svæðum landsins. En talandi svæði, hversu mörg svæði geta talist vera á landinu? Ætlum við að vinna eftir gömlu kjördæmaskiptingunni eða skilgreiningum Evrópusambandsins á hagskýrslusvæðum? Já, Evrópusambandinu flokkast Ísland ýmist sem eitt svæði eða 2 í ferðaþjónustu eftir því hvort er að ræða hina svokölluðu NUTS 2 eða 3 svæðaskiptingu. Það er mín skoðun að til þess að geta á sem farsælastan hátt unnið að stefnumótun og framfylgni hennar í atvinnugreininni, þá verðum við, þrátt fyrir smæð okkar, að skilgreina svæði, að skilgreina helstu áfangastaði og auðlindir innan þessara svæða og vinna stefnuna þaðan og upp en ekki að ofan og niður. Því verðum við strax í upphafi að meta stöðuna á hverjum stað fyrir sig, út frá áreiðanlegum og alþjóðlega samanburðarhæfum gögnum áður en við ákveðum hvert við ætlum á hverju svæði. Það er með því mikið gleðiefni að sjá hvert við stefnum með nýjum vegvísi ferðaþjónustunnar og ég trúi því og ég treysti því að þær ákvarðanir sem teknar verði í atvinnugreininni verði unnar á faglegan hátt og byggi á áreiðanlegum gögnum. Það er því spennandi tímar framundan hjá nýrri stjórnstöð ferðamála og fróðlegt verður að sjá hvernig unnið verður í þessum málum. Takk fyrir. Takk fyrir Lilja. Næst það Daði sem ætlar að segja okkur heilsárs áfangastaður í Ísland, markaðssetning og rannsóknir. Með sæl, það heiti ég og takk fyrir að gefa okkur tækifæri að taka þátt á þessum vettvangi. Nú, ég vinn sem verkefnastjóri hjá Íslandsstofu á sviði ferðaþjónustu og skapandi greina og í stuttu máli þá sinnir Íslandsstofa markaðssetningu erlendis fyrir helstu útflutningsgreinar Íslands og einnig að styðja við íslensk fyrirtæki í markaðsókn erlendis. Nú, mitt helsta verkefni innan Íslandsstofu er að sinna markaðsverkefni í Ísland allt árið. Það hefur þann tilgang að auka vitund og bæta viðhorf erlendis gagnvart Íslandi sem heilsárs áfangastað. En gagnvart rannsóknum þá sinnum við líka viðhorfskönnunum og vitundarkönnunum erlendis og þá Evrópu og í Norður Ameríku. Nú, Ísland allt árið gengur út á eins og ég sagði að markaðssetja Ísland sem heilsárs áfangastað og það er tvennt sem ég eða verkefnið á að ná að gera. Það er að ná til verðmætra ferðamanna sem eru tilbúnir að koma utan háannar, ferðast lengra landið og heimsækja fleiri landsvæði og gera meira og þar er leiðandi skilja meira eftir sig. Og svo er annað sem ég þarf líka að vita er að hvort að þessir ferðamenn komu og gerðu það sem við vildum hvetja til þess að gera. Þannig að hvað er það sem ég veit að ég veit ekki? Við erum með skilgreinda markhóp sem heitir hinn upplýsti ferðamaður sem var settur upp og skilgreindur árið 2011 út frá markaðsgögnum. Hann er með ákveðið svona víða skilgreiningu og við erum bara allt öðrum stað eins og þið vitið á aðeins örfáum árum. Í dag við erum komið miklu dýpra inn í samtali gagnvart heiminum hver áfangastaðurinn Ísland er. Þannig að nú er löngu orðið tímabært
að taka skrifi lengra í svona ákveðnum markhópa greiningu. Nú, ítaleg markhópa greining það tæki sem hjálpar hvað mest við að stjórna straums ferðamanna til landsins og hjálpar hagsmunaaðilum íslenskrar ferðaþjónustu að taka upplýstari ákvarðanir til að hámarka arðsemi og sjálfbærni greinarinnar til langstíma. Og aðeins til þess að fara svona inn í það að hverjum nýtist þessi markhópagreining. Það eru þeir sem eru náttúrulega að markaðssetja áfangastæðin, það eru þá Íslandsstofa og íslensk fyrirtæki að markaðssetja á erlendum mörkuðum. Við höfum þá betri tól og tæki til að stunda hnitmiðari og skilvirkari markaðssetningu til að ná til þessari verðmætari ferðamanna. Nú, fyrirtæki geta nýtt sér þessa markhópagreiningu til að athuga hvort að þessi verðmæti ferðamenn séu hluti af þeirra viðskiptahópi og jafnvel til vöruþróunar til þess að ná frekar til þessara ferðamanna. Nú, rannsóknaraðilar geta fylgst betur með þróun og ferðahegðun þessara aðila og hvort að þeir séu að skila sér inn í landið. Og umfram allt náttúrulega nýtist hún ferðaskipuleggjendum, ferðaþjónustuaðilum, markaðsfólki, stóðkerfinu, hinu opinbera og fjárfestum í upplýstari ákvörðunartöku til að auka arðsemi og sjálfbærni Íslands til langs tíma. Það er nú gaman að segja frá því að þessi vinna hafin hjá háskólanum í Bifröst og rannsóknarmiðstöð ferðamála. Íslandsstofa hefur komið að sem svona ráðgefandi aðili en það verður gaman að sjá þá á svona byrjun næsta árs hvað við höfum í höndunum. Nú, gagnvart því þá með seinni hlutanum hvort að þeir séu að koma eins og það komið fram áður að við þurfum betri gögn gagnvart landslutunum, mun betri gögn. Þannig að við sjáum betur árangur okkar starfs í Íslandi allt árið líka og Íslandsstofu hvort að við séum virkilega hvetja til þess að ferðast lengra og gera meira. Það er virkilega mikilvægt gagnvart okkar svona langtíma markmiðum. Þannig að ég hef svo sem ekki meira að segja þetta í bili og bara takk fyrir. Takk fyrir daginn. Það var að gefa hver hann, hvaðan kom hann og hvert hann að fara. Það er kannski svar við þessar spurningu sem Daði var að bera fram. Takk fyrir. Við viljum byrja á að þakka Eyrúnu fyrir svona flottan titil. Hún hjálpaði mér mikið. En við vitum hve margt erlent fólk kemur til landsins í hverju mánuði. Við vitum að mestu leyti hverjir erlendu ferðamennirnir eru með annmörkum þó. Til dæmis fólk sem býr og starfar hér á landi með erlendu vegabréf talið með ferðamönnum. Gott væri ef gögnin væru nákvæmari. Þetta eru engu að síður mikilvægar upplýsingar sem Isavia og Ferðamálastofa safna frá Keflavíkurflugvelli, sem nánast eina innkomuleiðin inn í landið. Út frá þessum upplýsingum fæst til dæmis árstíðasveiflan í komu ferðamanna hingað til lands og hvaðan þeir koma. Það er hins vegar erfiðar að sjá hvert ferðamennirnir hafa farið. Þegar þeir yfirgefa landið eru þeir spurðir það, en staðarnöfn eins og Þingvellir og Jökulsárgljúfur er ekki auðvelt fyrir útlendinga að bera fram eða muna. Það geti því verið erfitt að svara spurningakönnun á heimleiðinni hvaða staði þeir hafi heimsótt. Þó spurningakannir gefi vísbendingar hvert fólk hafi farið, þá er áreiðanleikin ekki nægjanlegur, hvorki fyrir rekstur né skipulag staðana. Nákvæmar upplýsingar fjölda ferðamanna eru mikilvægar til að skipuleggja innviði og þjónustu á stöðunum. Þetta eru einnig mikilvægar upplýsingar fyrir heildarskipulag ferðaþjónustunnar landið. Með aukinni áherslu að dreifa ferðamönnum betur yfir árið og landið er mikilvægt að þessar upplýsingar séu til og séu áreiðanlegar fyrir hvern áfangastað yfir allt árið. Ekki einungis í júní, júlí og ágúst. Það er bæði tímafrekt og kostnaðarsamt að afla þessara upplýsinga á áreiðanlegan hátt. Ein aðferð sem að mörgu leyti ódýr og þægileg er að telja bifreiðar sem koma á áfangastæði ferðamanna. Það hefur verið gert hér á landi með sjálfvirkum teljurum sem telja hversu marga bifreiðar koma á hverri klukkustund allan ársins hring. Til þess að vita hversu margt fólk kemur á hvern stað þarf að vita hve margir eru í hverri bifreið að meðaltali. Það fæst með því að finna hversu margir eru að meðaltali í einkabíl og hve margar rútur koma á staðinn og með hversu marga farþega. Í þessu er árstíðasveifla.
Það koma til dæmis hlutfallslega fleiri rútur á Þingvelli yfir vetramánuðina og þar af leiðandi meðalfjöldi bifreið hærri á veturna. Vinnan við að finna meðalfjöldi bifreið mjög tímafrek og nokkuð kostnaðarsöm. Núna eru teljarar á fjölmörgum stöðum, víða land, mest á Suður- og Norðurlandi. Þeim þarf þó að fjölga verulega til að hægt sé að segja til dreifingu ferðamanna landið á öllum ástímum. Til dæmis ekki talið á Látrabjargi né á öðrum stöðum á Vestfjörðum. Upplýsingar fjölda ferðamanna yfir daginn og árið hafa verið notaðar við skipulag áfangastaða eins og við gerð bílaplans og útsýnispals við Dettifoss og núna síðast við nýtt skipulag við Dimmuborgir. Þar, sem og í Skaftafelli, hefur þjóðgarðsvörðum og öðrum þeim sem koma að skipulagi staðana þótt mjög mikilvægt að geta skipulagt innviðina út frá gögnum en ekki eigin tilfinningu. Takk fyrir. Það var næst Skafti Örn. Maður kann segja okkur byggja á tölfræðista tilfinninga. Það harma með eitthvað. Þú getur hvort það hefur samræmt sig eða eitthvað. Ágætur ráðstefnustjóri og áhorfendur og þeir sem að horfa heim í stofu. Nú biðjast afsökunar að koma seint hérna, en vont til afspurnar að mæta seint og komandi úr ferðaþjónustunni. En ég fór hérna í vitlausan sal, ég fór í Öskju. En það var tróðfullur salur þar, ég held að væri bara... Það var Sturlunga ráðstefna nákvæmlega. Það er meiri áhugi á fornbókmenntunum heldur en ferðaþjónustunni, þessari stærstu atvinnugreinum okkar. En að því sögðu þá öllum ljóst að ferðaþjónustan hefur verið mikill umfjöllunar undanfarin misseri, ekki síst vegna hinnar miklu fjölgunar sem við þekkjum öll. En og yfir 20% vöxtur hefur verið í greininni í komum erlendra ferðamanna til landsins síðustu ár og má segja að fjölgunin hafi næstum verið áþreifanleg. Í þessum vexti felast óteljandi tækifæri og ómættilegt að eiga atvinnugrein sem skapar jafnmikil verðmæti fyrir þjóðarbúið. Það staðreynd að ferðaþjónustan dregur vagninn hvað varðar gjaldeyrisköpum þjóðarinnar, en rúmlega 28% gjaldeyristekna komu frá ferðaþjónustunni einnig saman á síðasta ári í tölum frá Hagstofu Íslands. Og hefur greinin elst enn frekar á þessu ári. Þá skipta beinar skatttekjur af ferðaþjónustunni tugum milljarða ásamt því að atvinnusköpun greinarinnar með mesta móti. Ferðaþjónustan þannig ótvírætt orðin ein af undirstuðu atvinnugreinum þjóðarinnar. Þá spurningin þessi. Hver stefnir þessi atvinnugrein og hvernig ætlum við að ná settum markmiðum þannig að tryggja megi verðmætasköpun greinarinnar til framtíðar. Á dögunum kynntu Samtök ferðaþjónustunnar og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti nýjan vegvísi ferðaþjónustu sem afrakstur mikillar vinnu þar sem SAF og ráðuneytið tóku höndum saman með það að markmiði að móta stefnu í ferðaþjónustu til framtíðar. Í þeirri vinnu var lagt upp með að heyra í og vinna með sem allra flestum sem tengjast ferðaþjónustunni á einn eða annan hátt. Þannig var fundað með 1000 manns, meðal annars rannsóknarmiðstöð ferðamála, ásamt því að fyrri skýrslur ferðaþjónustum voru rýndar og horft til svipaðrar vinnu í öðrum löndum. Það kom strax sterkt í ljós hversu mikill samhljómur var með öllum þeim aðilum sem tóku þátt í vinnunni, sem og í megin inntaki allra þeirra skýrsluna sem gerðar hafi verið á síðustu misserum, varðandi helstu áherslur. Stefnumótunarvinnan leiddi einnig í ljós hversu veikar undirstöðurnar væru í raun og veru til að móta framtíðarstefnu. Áreiðanleg og samanburðar hafa gögn sem annarhver fyrirlesari hefur nefnt á nafnirni í dag og vantar alþjóðleg áreiðanleg samanburðar hafa gögn bráðvantar ásamt því að lagaumgjörðin flókin. Skipulagið óskýrt og ábyrgðin oft á tíðum mjög óljós. Til að tryggja þessar aðgerðir og útfærða leiðir var í kjölfar útgáfu vegvísis í ferðaþjónustu undirritað samkomulag milli ríkisstjórnar Íslands, Sambands íslenskra sveitarfélaga og SAF að setja á laggirnar stjórnstöð ferðamála. Stöðinni ætlað að vinna að 7 forgangsverkefnum til næstu 5 ára. Verður fyrst og fremst lögð áherslu á verkefni sem stuðla að samhæfðri stýringu ferðamála, jákvæðri upplifun ferðamanna, náttúruvernd, hæfni og gæðum, aukinni arðsemi, dreifingu ferðamanna og síðast en ekki síst og kannski því sem skiptir allra mestu máli, áreiðanlegum gögnum. Óhætt að segja að þar getum við gert mun betur, þrátt fyrir að með góðum vilja og takmörkuðu fé sé við ekki vinna gott starf í þeim efnum.
eins og til dæmis hjá rannsóknarmiðstöð ferðamála og fleiri stöðum. Í vegvísum ferðaþjónustu er bent á að ein mikilvægast aðgerðin til eflingar ferðaþjónustu á Íslandi sé að safna tímalegum, áreiðanlegum og alþjóðlegum gögnum til að byggja allar ákvarðanir og markmiðssetningu í greininni. Ætlunin er að taka mið af reynslu og þekkingu þeirra þjóða sem fremstanda í þessum efnum eins og til dæmis Ástralíu og Nýja-Sjálands og tryggja að skýr markmið og mælingar á stöðu greinanna verði til staðar á hverju sinni. Til þess að við getum gert enn betur í íslenskri ferðaþjónustu er þetta forsenda þess að árangur náist. Í vegvísinum eru þannig sett fram markmið og lykilmælikvarða sem horft verður til við að meta árangurinn. Helstu markmiðin eru þau sem ég nefndi áðan, en mér langar að fara aðeins dýpra í þau. Hvað varðar lykilmælikvarða og markmið undir jákvæð upplifun ferðamanna, þá á að markmið er að meðmælaskor ferðamanna mælist hátt í samanburði við önnur lönd, hvað varðar jákvæð upplifun ferðamanna, og að hlutfall erlendra ferðamanna sem hafa heimsótt landið hækki. Erlendra ferðamanna sem áður hafa heimsótt landið hækki. Hvað varðar aukna arðsemi er markmiðið að virðisauki ferðaþjónustu skili sér í sífellt hærra framleiði til vergrar landsframleiðslu, gjaldeyristekjur aukist á hverja gistinótt erlendra ferðamanna og framleiðni starfa aukist. Hvað varðar aukna dreifingu ferðamanna, þá viljum við sjá hærra hlutfall ferðamanna koma til landsins utan háannar, hærra hlutfall gistinótta erlendra ferðamanna á hótelum og gistiheimilum á landsbyggðinni verði utan háanna tíma, og að mælanlegt markmiðum vöxt verði sett í hverjum landshluta með að við stöðu á hverjum stað. Og að lokum, hvað varðar jákvætt viðhorf til greinarinnar, jákvætt viðhorf landsmanna til greinarinnar, þá viljum við að það mælist jákvætt og að hlutfall ánægðra starfsmanna mælist einnig hátt. Í vegvísinum er lagt til að mælingar og gögnum íslenska ferðaþjónustu verði uppfærð tímanlega og birt miðlægt. Aðrar atvinnugreinar eins og sjávarútvegur hafa náð langt í að nýta gögn til grundvallar ákvörðunum og markmiðum. Bent hefur verið á að við þekkjum annarkvæmt fisk í landhelginni, en þekkjum við gestin okkar nægilega vel. Ég held að við þekkjum hann ekki nægilega vel og þess vegna er vegvísirinn mikilvægt framlag í að ná markmiðinu að þekkja gestin okkar betur. Og þá er lykilatriði að tryggt verði að ferðaþjónustureikningar verði áfram unnir árlega og þá sem hluti þjóðhagsreikninga. Hér hef ég rakið mikilvægi framleiðslu tölfræðiupplýsinga, en mikilvægi rannsókna er einnig líka mikilvægt. Staðreynd málsins er svo að aðeins 1% af því fé sem rennur til rannsókna á atvinnuvegum þjóðarinnar fer í rannsóknir á ferðaþjónustunni. 1%. Síðustu tölur yfir þessa skiptingu sýna rannsóknir í iðnaði námum 55% af heildarframlögum til rannsókna, 35% fóru til fiskiðnaðar og landbúnaðar og 10% til orkuframleiðslu og dreifingar. Eftir stóð innan við 1%, og ekki bara hendis í ferðaþjónustuna. Var kannski viðhorfið, en við viljum trúa því og treysta að með nýjum vegvísi ferðaþjónustu séum við að stórauka þennan þátt. Yfirskrift þessa stutta innlegs í dag er að við eigum að byggja á tölfræði í stað tilfinninga. Of lengi hefur puttinn verið settur upp í loftið við ákvarðanatöku, en nú hillir undir að ákvarðanir verði teknar á traustum grunni á tölfræðinni og rannsóknum. Takk fyrir.